Gamalsleikritið Radíusbræður leysa vandann. Annars þáttur. Ólsari með óhreint mjöl. Í fyrsta þætti fundu þeir Radíusbræður Steini og Dabbi af hreinni tilviljun beinagrind í Leynihelli í Búðahrauni. Nei, hvað þarna? Beinagrind? Þar voru þeir á gangi í hægðum sínum, ásamt sínum traustað förunauti, hundinum Trygg, að velta fyrir sér dularfullu mannskvarfi sem hafði átt sér stað fyrir 23 árum. Bróðurdóttir hins horfna hafði beðið þá að leita hans. Því stanslaus leit rannsóknarlögreglumannsins á Ólafsvík, Óla Rand, Rjúpna og Grenjaskittu hafði engan árangur borið. Radíusbræður, þið verðið að hjálpa mér. Úr höfuðkúpu beinagrindarinnar stóð kolryðguð öxi og á hellisveggnum voru letruð blóðugum stöfum orðin Óli Rand drap mig. Eitthvað segir mér að í þessum loka orðum hins myrta leynist lausnin á þessari dularfullu ráðgátu. Þar sem okkur ber niður í öðrum þætti Dabbi að koma inn á hótelherbergi úr rannsóknarleiðangri, en þar Steini og hann hafði verið að reyna að fá botn í skilaboðin. Jæja, Steini, hefurðu fengið einhvern botn í skilaboðin? Nei, þetta allt svo gals opið. En varstu einhvers vísari í rannsóknarleiðangur þínum, Dabbi? Ekki get ég nú sagt það. Hlustaðu nú, síðast sást til Friðjóns gamla þegar hann fór ásamt Óla Rand í göngutúr í Búðahrauni. Þeir fóru víst að höggva eldi við saman, en einnig áttu þeir einhver óútkljáð mál. Svo virðist vera að Óli Rand hafi skuldað Friðjóni gamla umtalsverða fjármuni sem hann átti í erfiðleikum með að greiða tilbaka. Óli Rand kom einn út tilbaka úr gönguferðinni, sagðist hafa lánað Friðjóni öxinisa sína og að Friðjón hefði sagst ætlað að vera aðeins lengur, en síðan hefur ekkert til Friðjóns eða axarinnar spurst. Sem sagt, ekkert sem getur komið okkur á spori. Nei, því miður. Ekki halda kjafti, hund, helvítis kvikindi þetta, ég sníði úr helvítis hálslinnum af máli þín. Steini, viltu ekki æsa þig svona upp við blessaðan mállýsingan? Nei, hann bara fer svo innilega í töðunan við stundum þessi hundur. Já, en þetta þinn hundur. Tell me about it. En að skilaboðunum? Já, ég hef búið til lista yfir alla sem mér hefur dottið í hug að setningin Óli Rand drap mig hefði átt að þýða. Hefði Friðjóni einst aldur til að ljúka við hana. Já, lát heyra minn kæri Steini. Óli Rand drap mikið af rjúpu. Jú, hann frægur rjúpnaskipta. Óli Rand drap mikið af ref. Jú, og grænjaskipta, jú. Óli Rand drap mink. Jú, það ekki ólíklegt að hann eftir hann drepi mín. En akkur ætti Friðjón gamli að nota síðust orku sína til að lýsa aðdáun sinni á veiðiskap Óla Rand? Já, það vekur líka furðu mína. Óli Rand drap Mikael. Viltu halda kjafti? Hund, helvítis kjafturum á þau saman, lössa þín! Þetta var nú kannski full fantarlegt. Já, fyrirgeðu það bara þessu hundur. Mikael, segirðu? Þú segir það kannski var hann að benda á morðingja sinn. Að Mikael hafi drepið Friðjón. Já, setningin hefði þá átt að vera Óli Rand drap Mikael sem drap mig. Hefur einhvers Mikaels verið saknað í þann? Nei, það strandar nefnilega á því. Ég sem hélt að við værum komin úr sporið. Já, þetta ætla að reynast erfiðara viðfangsefni en við reiknuðum með. Ég er búin að brjóta heilan í gríð og erg. Þetta er ekkert annað í hug. Ég er að drepa mig á þessu. Segðu þetta aftur. Ég er að drepa mig á þessu. Steini! Þarna lausninni niður í mig. Hvað þá? Lausnin var þá svona nærri en samt svona langt í burtu. Friðjón gamli var nærði að ljúka setningunni en okkur óræði fyrir. Hvað áttu við? Spenningurinn er að ganga með dauðum. Steini, hver sá Friðjón síðast á lífi? Óli Rand. Með hverju var Friðjón myrtur? Öxi. Hvaða áhald hafði Óli Rand meðferðis út í Búðahraun þann örlagaríka dag þegar Friðjón hvarf? Ég man það ekki, sög. Nei, öxi. Já, og síðast en ekki síst, hver stjórnaði leitinni að Friðjóni gamla?
Óli Rand. Bittu, ertu að gefa það í skín að Óli Rand sé hinn seki? Já, en þú hefur engar sannanir. Jú, Steini, skriftina á veggnum. Það vantar aðeins einn staf upp á að þau skilaboð séu fullkomin sakfelling á hendur Óla Rand, bókstafinn G. G? Já. Þú meinar Góli Rand drap mig. Gunnar Ólafsson Rand, bróðir Óla Rand drap mig. En við höfum samt að komast að því hvað þetta mig þýðir. Steini, en ef þú setur G-ið aftan við setninguna. Mig. Óli Rand drap mig. Óli Rand drap mig. Mig. Já, mig. Þannig það borðið fram. Áttu við að Óli Rand hafi... En það verður þrautin þyngri að sanna það. Þeir radíusbræður ráðan úr ráðum spínum. Því næst halda þeir beina leið á lögreglustöðina að flækja Óla Rand í hans eigin lygavef. Þannig nú í pottin búið, Óli minn Rand. Ef ég hef skilið ykkur rétt, kæru radíusbræður, þá fundið þið beinagrind í Búðahrauni. Sendið álitið að sé að Friðjóni gamla og því til staðfestingar færiði mér þessa öxi sem lá hjá líkinu og haldið að sé öxin mín. Jú, passar það ekki? Auk þess segið þið hundspottið hérna fyrir utan vera ykkar. Voðalega lítur hann illa út. Gefið honum ekkert að éta. Óli, aftur að öxinni. Þú sagðist hafa lánað Friðjóni gamla öxina þína, þannig að það væri meira en lítið grunnsamlegt að þetta væri einhver önnur öxi en þín sem saknað hefur verið í 23 ár. Ekki satt? Jú, það er alveg satt. Enda er þetta öxin mín. Ég fær ykkur fyrir hönd lögreglunar á Ólafsvík hjartans þakkir fyrir að leysa þetta dularfulla sakamál. Voðalegt er að sjá hund ræfilinn. Er hann eitthvað veikur? Sýtt með hundinn. Þú sagði sakamál. Var ekki bara mannskvarf að veiða? Jú, ég meinti það. Mannskvarf, ekki sakamál. Hvað er það? Glæpurinn hefur verið upplýstur. Hvaða glæpur, Óli? Hvaða glæpur? Þetta var bara venjulegt mannskvarf, er ekki ábyggilega svo? Jú, og ég drap ekki Friðjón gamla með öxinni minni. Heldur hefur einhver annar komið að honum og tekið af honum öxina og drepið hann með henni í leynihellinum. Hvaða leynihelli? Við höfum ekki minnst einu orði á leynihelli. Né heldur á að Friðjón hafi verið myrtur með öxinni. Hvernig vissir þú leynihellin og að Friðjón var myrtur með öxinni þinni? Hvernig gætir þú hafa vitað þetta nema þú hafir verið þar? Hér er hollast að játa allt, Óli Rand. Upp komast svikum síðir. Ó nei, þið náið mér aldrei lifandi! Heyrðu, hann stökk út gluggann. Ég hafði séð það fyrir, Steini. Náðu honum, Tryggur! Náðu hann! Heyrðu, það drífur að fólk úr öllum áttum. Já, en það gerist það ekki á hverjum degi hér í Ólafsvík að hundur ráðist að lögreglumanni bæjarins. Æ, ég gefst upp! Takið þennan bannsetta hund að mér! Ég játa allt! Ég drap Friðjón gamla með öxinni minni vegna þess að hann vildi ekki gefa mér eftir háa spílaskuld sem mér var ofviða að greiða. Bölvuð spílafíknin eyðilaði líf mitt og gerði mig að morðingja. Óvei! Óvei! Húrra! Radíusbræður bandar! Húrra! Ekki einasta frábæri skemmtikraftar heldur. Eru þið líka aðfurðs leynilögreglumenn? Ég sé sko ekkert í þessum þúsund. Radíusbræður halda nú frá Ólafsvík. Bæjarbúar kveðja þá með pomp og prakt, veifa vasaklútum og ekki laust við að sumstaðar sjáist tár á hvarmi. Unga stúlkan sem hafði beðið á að leysa vandann fagnar þeim þó hvað innilegast. Bless, radíusbræður. Ég veit ég mun aldrei fá okkur full þakkað fyrir að létta af mér óvissunni örlög Friðjóns föðurbróður míns. En ég mun minnast ykkar í bænum mínum á hverju kvöldi þar sem ég á eftir ólífað. Guð bless ykkur, radíusbræður.
Þú getur náttúrulega þakkað okkur á annan hátt. Hættu þið innlega, ég sé! Já, það sé Á meðan lúðrasveit Ólafsvíkur leikur radíusbræðum til heiðurs nokkur ættjarðarlög geta þeir ekki varist brosi. Jæja, Dabbi, Já. þá okkar verkefni nú hérna lokið. Já, nú höldum við á vit nýrra ævintýra. Nei, sjáðu Trygg, hvað er hann að gera? Hann er að sleikja sig. Þarna, Já, hann sleikir sig gjarna þarna. hvers vegna? Af því að hann getur það. Já, hvers vegna? Þetta var annar þáttur framhaldsleikritsins Radíusbræður leysa vandann, Ólsari með óhreint mjöl. Fylgist spennt með þættinum næsta fimmtudag, gruggugt mál á Grundarfirði, þegar Radíusbræður rata enn á ný í dularfull ævintýri.